Jónsdóttir, íbúi á Siglufirði, réðst í það verkefni fyrir 15 árum að gera upp bæinn Steinaflatir en hann stendur í kílómeters fjarlægð frá Siglufirði. Á bænum sem byggður var í kringum 1910 bjuggu ammenar og afi í eina tíð. Reynt hefur verið að halda í sem mest af því sem upprunalega var á bænum en margir þeirra muna sem prýða húsið í dag hafa verið þar áður. Jóna Guðný mikill fagurkeri eins og við komumst að þegar við heimsóttum Steinaflatir. Þetta hús hefur verið í fjölskyldunni svolítið lengi? Já, það líklega búið að vera í fjölskyldunni síðan svona 1940 og 5-6 eitthvað svoleiðis. Mamma mín og bræður hennar ólust inni. Og þetta svona sagt, afi og amma fluttu að vísu í bæinn. Mjög snemma sko, þú veist, það flutt líklega svona 1975 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að bara síðan þá hefur þetta verið. Veistu hvenær húsið er byggt? Fyrsti hluti þess var byggður líklega svona 1910. Síðan var byggt við það 1950. Þannig að þetta er svona í skrefum. Og þetta er í rauninni upphaflega bara sveitabær og hér er búskapur? Já. Afi var með kindur og hesta og hænur og bara allt sem þurfti. Og þau voru sem sagt bændur? Já, í rauninni. Hann vann líka hérna á Hóli, það var svona kúabúa Hóli, þannig hann var þar líka. Og þú átt minningar sjálf héðan og æsku? Já. Varstu mikið hérna? Ég var mjög mikið hérna. Ég sem sagt var mikið með afa í hestunum og sem sagt áður eða eftir þau fluttu í rauninni þá hélt hann áfram að vera með hesta hérna. Þannig ég fór mjög mikið með honum, leið alltaf voða vel hérna. Og var hérna bara skottast með honum sko. Svo eftir hann fór að laga eins húsi og svona þá, af því þau ætluðu sér alltaf að flytjinga aftur, þá hérna var ég mjög mikið með honum. Þannig að alltaf gott að vera hérna. Og nú áttu þetta hús. Já. Hvernig kom það til? Segðu okkur frá því. Já, ég nefnilega, mér langaði alltaf til þess að gera eitthvað hérna. Af því að þetta hús var eiginlega bara svona að eyðileggjast. Allt í bara rúst. Þannig að svo bara einhvern daginn, eða eina nóttina réttara sagt, þá hérna dreymdi mig draum og amma kom til mín og bað mig eiginlega bara að hérna, hvort ég væri ekki til í að fara að gera eitthvað hérna. Og hérna, ég ætti sem sagt að bjóða afa 1000 kall og hann ætti sem sagt bara að selja mér húsið. Já. Já. Þannig ég bara fór að tala við afa og afinn vildi ekkert leyfa mér að borga neitt, sko. En ég lét hann samt hafa 1000 kallina því að amma náttúrulega tók það sérstaklega fram, sko, ég vil ekki hafa hann að fúla út í mig, þannig að hún var sem sagt dáin fyrir nokkrum árum, sko, þannig að þetta var mjög skemmtilegt og eiginlega svona kom mér af stað. En ertu vanlega svona bergdreimin eða hvað maður að segja? Já, ég held það, ég samt spáir rosalega lítið í því, það er svona einn og einn draumur sem að maður man og svona kannski hefur meiri áhrif á manni heldur en aðrir, sem festast í manni. Já, var hann skýr þessi draumur? Já, rosalega, þú veist, það er þess vegna sem ég svona einhvern veginn bara strax daginn eftir ákvað að gera eitthvað. Og hlýðinni. Já, hlýðinni, já, hún var mjög ákveðin kona og yndislega kona og allt það og þannig ég bara, já, þetta er bara merkið. Þannig að þetta er svona einhvern veginn satt rosalega mikið í mér. Og hvað er langt síðan þetta var að þú kaupir húsið? Þetta eru líklega svona 15-16 ár. Ok, og hvað er búið að gerast hérna síðan? Ég er eiginlega bara búin að, það tók nú alveg heilt ár næstu því að hreinsa til hérna. Ég held ég að fara með 3 vörubílspalla drasli bara, sem að var bara hérna í húsinu. Og hérna, svo er ég bara búin að vera að dúlla mig við, sko, það náttúrulega kostar svolítið mikið að gera svona, þannig ég er bara búin að vera svona að dúlla mér í rólegheitum við að gera þetta upp. Og bara, já, í rauninni bara svona, hirða dót og svona og gera bara eitthvað skemmtilegt. En þú býrð ekki hérna sjálf, þú býrð inn á Siglufirði. Já. Er það eitthvað sem að þú ímyndaðir að gera einhvern tímann eða hvernig hugsaðu þig svona þetta hús? Ég var alveg til að vera hérna í Ellinu, sko, ef það stendur ennþá. En hérna, þetta er náttúrulega fyrir utan snjóflóðavarnarsvæði, þannig að ég er ekki viss sem ég fá að búa hérna á veturna. En kannski verða komnir bara hætt að koma snjóflóð þegar ég var gömul. Já. En það er draumurinn að vera hérna. Þú veist, mér líður rosalega vel hérna. Og er mikið hérna. Og það er rosalega fallegt hérna og mikið af svona skemmtilegum munum. Hvar hefurðu sankað þessu aður? Það er náttúrulega mjög mikið fólk sem hefur bara komið með hluti til mín. Þú veist, hluti sem voru hérna, þú veist, áður en að amma og afi meira sér keyptu, þú veist, til dæmis kartöflupottur og svona sem var hérna bara frá 1920-30 eða eitthvað. Og svo hefur, já, það er mjög duglegt að spyrja mig, þú veist, er þetta eitthvað sem þið vantar, áður en að hendir því. Og svo hef ég líka bara heyrt hérna af haugunum og svona,
og bara, já, sankaði að mér. Ég eiginlega bara, ef einhver spyr mig þá segi ég aldrei nei. Yfirleitt get ég notað í eitthvað. Kallarðu þennan stíl eitthvað ákveðið? Nei, rauninni ekki, þetta er bara minn stíl. Já, hann var á Jónu stíl. Jónu stílinn. Nei, þetta er svona, já, þetta er allavega ekki kreppu, kannski er þetta kreppustíl. Þú veist, það er allir hættu að eiga peninga og svona. Var að redda sér. Það er rosa flott hérna eldavélin hérna. Já. Hvar fannstu þessa? Þessi var á Haugunum. Já, það var maður sem rak augun í þetta og sagði mér frá þessu. Þannig að við drifum okkur niður yfir og það voru 2 svona vélar. Þannig ég tók að báðar alltaf að nota varahlutina bara í aðra þeirra af því að ég bjóst náttúrulega ekki við að þær virkuðu. En þessi bara virkaði fullkomlega. Ég þurfti varla að þrífa hana, sko. Vá. Já, ofnin virkar, allar hellurnar. Ég held sér betri vél heldur en bara vélinn sem ég á heima. Já, þannig að þú eldar bara hér? Já, það er alveg bara ekkert mál að elda á henni. Já. Hvaða starfsemi ertu með hérna? Þú ert að fara að vera með eitthvað markað? Já, ég er alltaf með svona 1 sinni 2 ára á sumri. Þá er ég með markaði. Með svona leifukonum eða fólki sem er að gera eitthvað skemmtilegt hérna í nágrenninu og Siglufirði. Að koma með eitthvað til að selja. Og ef það er gott veður þá erum við bara hérna út þú veist, allt hérna úti. Þannig að þau sem sagt koma og fá að selja eitthvað hérna og í staðinn komaði með kökur eða eitthvað svona gúmmilaðir sem ég sel svo með kaffi bara hérna inni. Fólk situr bara og það hefur það næs bara út allt hús. Æði. Já, fær sér kaffi og kökur. Og það stendur til markaðum helgina? Já, það er semst á að vera markaðið núna laugardaginn, hippamarkaður, í tengslum við hippaballi, þannig að þetta verður allt voðalega peaceful. Er þetta eitthvað sem hefur verið með áður? Nei, að vísu ekki. Þetta var alltaf inn á Ketilásinni í Skagafirði. En hún ætlaði sér að hafa þetta, það er sem sagt kona sem að sér þetta sem heitir Margrét Traustadóttir og hún er með þetta hippaball og ætlar að hafa hippamarkað líka. Æði. Já. Mér langar að spyrja það eitt annað. Já. Því að ég sá nýlega myndir af þér í blaði, erlendu blaði. Já. Ertu til að segja mér aðeins hvernig það kom til, það ævintýri? Já, það er listakona, eða sem sagt hún er ljósmyndari, heitir Annie Ling, var hérna á Ólafsfirði. Og hún hafði mikinn áhuga á svona konum sem að veru einstæðir eða sjálfstæðir eins og hún kallaði þær. Bara á Íslandi, af því að henni finnst þetta svo ólíkt því sem er í útlöndum. En hún svona kom inn á heimili og tók myndir á okkur, eða sem sagt, já, fjölskyldunum. Og það er ein hér og ein sem sagt á hérna Akureyri og Ólafsfirði í firðinum og í Reykjavík. Þannig hún svona, þú veist, komst eiginlega bara svona inn í fjölskylduna hjá okkur og tók myndir og svo byrst hún þetta í New Yorker og... Einmitt, New Yorker og hún kallar þetta Independent Mothers of Iceland. Já. Eitthvað svoleiðis. Já, en ég finnst það eiginlega alveg magna hvað konur eru sjálfstæðar og svona, já, eru duglegar að koma sér áfram í rauninni og sjá börnin sín og heimilið. Og þú gerir það, þú átt 5 börn. Já. Þau væntanlega njóta góðs af því að vera hérna. Já, þau fíla sig alveg í botn í sveitinni, sko. Þannig að þau eru mjög ánægð með þetta verkefni. Spennandi, það eru gaman að koma hingað á markað í framtíðinni. Já, vertu velkomin. Takk.